bæjarstjórann Kjartan Már Kjartansson. Jæja, kæri, áttirðu von á þessu? Ég vissi ekki alveg á hverju við áttum von, en veðri leikur við okkur og krakkarnir náttúrulega yndisleg og þetta boltaatriði heppnaðist bara ágætlega, þannig að ég er bara alveg í skýjunum. Það er frábært. Já, það virðist vera svona eins og þetta boltaatriði sló bara í gegn. Já, og Friðrik Dór náttúrulega er alveg með þetta, sko. En sem fyrir er mjög vegleg dagskrá og það er nú erfitt að fara að spyrja þig um eitthvað hápunkta í því, en er eitthvað svona sem að þú bíður spenntur eftir? Já, það eru mjög mörg atriði, sko, sem að ég ætla að reyna að fara sem víðast eins og örugglega allir og sjá sem mest, og það væri ósanngjarnt að vera að draga eitthvað eitt fram frekar en annað, en þú veist, laugardagurinn og laugardagskvöldi og hátíðasviðinu er náttúrulega alveg hápunkturinn, flugeldasýningin þetta, og við lökkum til og veðurspáin er góð. Það skiptir líka máli að það gangi vel eftir. Þetta er 17. ljósanæturhátíðin. Það er alveg ljóst að þetta er orðið svolítið svona sameiningatákn Reykjaness bæjarbúa. Já, við byrjuðum með þessa hátíð árið 2000 þegar Reykjavíkurborg var menningarborg Evrópu. Þá var skoruð borgaryfirvöld á sveitarfélög önnur að svona gera eitthvað, og þá byrjuðum við með ljósanótt. Og það var svona lítil þátttökuhátíð sem tók einn dag. Nú er þetta orðið 4. dag, við búum að vera í mörg ár 4. dag hátíð þar sem er mikill þátttöku bæjarbúa, og það er dásamlegt. Við erum líka að fá hingað utanaðkomandi gesti, bæði listmálar og sýnendur og svona tónlistamenn eins og Friðrik Dór og fleiri. Þannig að þetta er ekki bara heimamenn, en það er mikilvægt að vera með sem fjölbreyttast úrval atriða, og það, ég held við séum með það. Og markmiðið var að svona bæjarbúa tækju þátt, og það hefur tekist. Já, og hefur alltaf tekist, og þeir eru mikið inn í þessu, nú eru þeir mjög mikið inn í þessu, og við fögnum því, enda er af nóg að taka, sko. Og þið hefði náðu góðum samningu við veðurguðina? Já, það tókum mjög góði samninga við þá, og við erum áttið svo þjálfuð í samningaviðræðum núna, við erum áttið ansi góð í þessu bara. Takk fyrir það og gleðilega ljósa nótt. Já, takk sömuleiðis.